Og spyrjum svo forstjóra fjármálaeftirlitsins hvort eðlilegt sé að endurskoðandi Exista, stærsta eiganda Kaupþings, sitji nú í skilanefnd Kaupþings og hvers vegna KPMG hafi verið valið til þess að rannsaka mál Glitnis. Endurskoðandi Exista, stærsta eiganda Kaupþings og eigandi endurskoðunarskrifstofunar Deloitte & Touche situr í skilanefnd Kaupþings. Forstjóri fjármálaeftirlitsins segir að ef slíkt valdi tortryggni hjá einhverjum verði að skoða það, en vill ekki taka afstöðu til þess að öðru leyti. Forstjórinn segir það hafi verið óheppilegt að láta KPMG sjá rannsókn á Glitni. Hann hafi þó vitað af því að fyrirtækið endurskoðaði stærsta eiganda Glitnis. Helgi hitti forstjóra fjármálaeftirlitsins og ræddi við hann skilanefndirnar, en spurði hann fyrst út í hvers vegna KPMG hefði verið sett í að rannsaka Glitni. Það var allavega ekki efst í huga mér þetta miðbik októbermánaðar. Öll þessi tengsl, ég þekki ekki alveg hver endurskoða hvaða félag, ég vil bara viðurkenna það. En þetta eru félög sem... Eitthvað að koma upp rannsókn að þessu máli, það kom þessi hugmynd fram, við töldum hana á þeim tímapunkti ekki óeðlilega. En voru þetta ekki einfaldlega bara mistök hjá ykkur? Ég held að sé náttúrulega mjög óheppilegt að það kom upp þessi tortryggni, þess vegna er þetta rétt á að bregðast við henni. En er ekki fyrst og fremst óheppilegt að þið skuli ráða þetta fyrirtæki til starfans með öll þessi hagsmunatengsl? Sko eins og ég segi, það er enginn sem efast það að KPMG hefur faglega hæfni og það er enginn sem hefur haldið því fram að þeir hafi verið eitthvað að kasta til höndunum. En það er tortryggni sem hefur komið upp, mikil tortryggni, og það hefur verið að bregðast við henni. En ef að rannsókn KPMG skapaði tortryggni, er eðlilegt að velta því upp hvort skipanir fjármálaeftirlitsins í skilanefndir séu yfir allan vafa hafnar. Kastljós hefur fjallað skipan tveggja skilanefndarmanna, þeirra Ársæls Hafsteinssonar sem nú situr í skilaneftirliti taldi með úrskurði að hefði varðað við brot á bankaleynd og eðlilegum viðskiptaháttum þegar sömu menn störfuðu fyrir Búnaðarbankann árið 2003. Það vekur ekki síður athygli hversu margir aðrir nefndarmenn í skilanefndunum voru í yfirmannsstöðum hjá sömu bönkum fyrir hrunið eða tengdust þeim. Lítum fyrst á Landsbankann. Þar situr áðurnefndur Ársæll Hafsteinsson yfirlögfræðingur bankans fyrir hrunið og einnig Sigurjón Geirsson sem fyrir hrun var innri endurskoðandi sama banka. Í Glitni situr svo áðurnefndur Árni Tómasson sem formaður. Þar hafa verið gerðar mannabreytingar en fram til 30. október sat þar Ágúst Hrafnkelsson sem síðan tók við sem yfirmaður innri endurskoðunar Glitnis. Í stað hans kom inn í skilanefndina Kristján Óskarsson sem verið hafði forstöðumaður útibúasviðs bankans fram að hruni. Í nefndinni situr einnig Sverrir Örn Þorvaldsson sem stýrði áhættustýringu bankans. Sverrir er nú farinn út úr nefndinni eftir að breytingar voru gerðar á henni í 3. sinn. Lítum því næst á skilanefnd Kaupþings eins og hún var fyrst skipuð. Þar vekur óneitanlega athygli að meðal skilanefndarmanna voru 2 af fyrrum yfirmönnum bankans, þar af annar þeirra fyrrum varamaður í stjórn bankans. Þannig sátu í skilanefndinni í upphafi Guðný Arna Sveinsdóttir sem fyrir hrun var fjármálastjóri Kaupþingssamstæðunnar eins og það var kallað, auk þess að vera varamaður í stjórn Kaupþings. Það sat einnig Bjarki Diego, lögmaður sem var framkvæmdastjóri útlána hjá Kaupþingi fyrir hrun. Þau hafa nú vikið úr skilanefndinni. Í þeirra stað komu þeir Jóhannes Rúnar Jóhannsson, lögmaður, og Guðni Aðalsteinsson. En Guðni hafði stýrt fjárstýringu Kaupþings sem meðal annars sá skuldabréfaútgáfu bankans. Það vekur einnig nokkra athygli að í skilanefnd Kaupþings sat og situr raunar enn Knútur Þórhallsson, endurskoðandi hjá Deloitte & Touche. Knútur hefur meðal annarra starfa undanfarin ár skrifað sem endurskoðandi upp á ársreikninga Exista, stærsta einstaka eiganda Kaupþingsins síðari ár. Forstjóri fjármálaeftirlitsins sagði þetta í gærkvöld aðspurður hvort ekki væri jafn tortryggilegt að fyrrum endurskoðandi stærsta eiganda Kaupþings sæti í skilanefnd eins og að fyrrum endurskoðandafyrirtæki stórra hluthafa í Glitni stýrði rannsókn á sama banka. Já, ég veit nú ekki til þess að það sé eitthvað að hans hæfi. Ég hef allan ekki heyrt neitt það. En finnst þér það ekki skapa tortryggni? Ég hef allan ekki séð það. Ég veit nú ekkert, eins og sé, ég veit ekki sjálfs þetta mál, en ég held náttúrulega í okkar litla samfélagi að gæta hæfisreglum, en við verðum líka að láta fólk njóta sannmælis. En ég menn ef þetta er eitthvað vandamál, þá verður það bara skoðað. Það þótti ákveðin rök standa til þess í upphafi að það væru aðilar sem hefðu þekking og innviðum bankans í skilanefndunum og þess vegna var leitað til ákveðina starfsmanna. Og þannig var nú staðan. Það þurfti að bregðast mjög hratt við. Það var verið að bjarga miklu verðmætum.